menn hafa verið að kasta á loft miklum gífuryrðum kröfugerð launþegahreyfingarinnar sem hefur þessa grundvallar sanngirni að leiðarljósi sem sú að fólk geti lifað af launum sínum. Allir geti lifað af launum sínum og þar vandinn stærstur náttúrulega fyrir þá sem eru með lægstu tekjurnar. Menn hafa talað að þetta sé út úr veruleikanum og þetta sé sturlun og ég veit ekki hvað. Hér sú mynd sem hefur komið fram í kröfugerðum og kannski á skýrastan hátt í kröfugerð VR en líka hjá Starfsgreinasambandinu að lágmarkslaunin fari á samningstímabilinu úr 300 í 425.000. Það 42.000 króna hækkun á ári sem 14% hækkun á ári. En af því að þetta væri flatar krónutöluhækkanir og ef þær ganga jafnt upp allan tekjustigann, jafnháar, að þá verða þær fallandi sem prósenta af tekjum og þar með líka sem prósenta af launakostnaði fyrirtækjanna. Láglaunafólki fengi 14% hækkun en svo verða það lækkandi hér niður. Þeir sem eru með 1 milljón eða meira væru komnir í 4,2 og allra hæstu hóparnir í cirka 1. Ef við horfum á meðal hækkun reglulegra launa sem nú eitt algengasta viðmið á vinnumarkaðinum að þá væri það 6,5% í þessari útfærslu. Ef við horfum á miðlaunin þar sem að helmingurinn með lægra og helmingurinn með hærra, það betri ávísun á launakostnaðinn, þá væri þetta 7,7% hækkun. Gylfi Zoëga sagði í áðurnefndri skýrslu til forsætisráðherra að svigrúmi væri 4%. Það svona óskatala þeirra sem vilja sem minnstar kauphækkanir. Og þetta nú ekkert stjarnfræðilega hátt fyrir ofan það eða ekkert sem minnir á sturlun, þessi meðalhækkun hér. En það sem auðvitað frumlegt og effektíft það að svigrúmið nýtt á stærri máta í lægri endan heldur en í þann efri og bæði stjórnvöld og stjórnendur á almennum vinnumarkaði hafa þau í hendi sér að láta þetta fjara enn eðar út í efstu hópunum sem eru búnir að fá, eða finna þá sem eru búnir að fá hinnar ríflegu hækkanir í efri endan að þá má segja að það vantar ekki mjög mikið í viðbót. Þannig að lokum, svona eins og ég, svona sem starfsmaður á plani inn í einu af aðildafélagunum hér, sé þetta og ég ber bara einn ábyrgð á því sem ég að segja, þau sem ráða geta haft það öðruvísi, en mér finnst afar mikilvægt og augljóst í stöðunni að stjórnvöld að verkalýðshreyfingin á sérstaklega sterka kröfu, sanngirniskröfu á stjórnvöld, ekki bara vegna þeirra loforða sem þau hafa þegar gefið að breyta skatta- og bótakerfinu á þann veg að það gagnist mest þeim sem eru á lægstu launum og lægri millilaunum. Og þetta þarf að efna og ekki bara með einhverjum sýndar breytingum sem eins og þessi breyting sem var hækkunin á persónuafslættinum umfram verðlag í fjárlögum til næsta ár sem 500 krónum á mánuði. Það búið að hafa af launafólki yfir 50.000 krónur í persónufrádrátt sem átti að hækka meira og 500 krónur upp í það ekki einu sinni skref í rétta átt, það meira nær því að vera móðgun. En líka þessar miklu hækkanir í hærri tekjuhópum í opinbera geiranum gefa verkalýðshreyfingunni sérstakt tilefni til að fá alvöru kjarabætur í lægri hópunum og ekki síst vegna þess að stjórnvöld grófu undan þessum árangri sem átti að verða í síðasta kjarasamningi. En ég held að í samhenginu sé það líka alveg augljóst að þeim ef að framlag stjórnvalda verður lítils virði að þá þurfa launþegafélögin, verkalýðsfélögin að fara fram með meiri þunga í kröfum launahækkanir. Og
leiðarljósið á að vera þetta að launin dugi fyrir framfærslu, líka lægstu launin. Og það verður held ég ekki alveg lausn á því þó að einhverjir forstjórar verði frystir í launum eða jafnvel þó að eins og félagsmálaráðherra var í að einhver hæstu laun sem að voru hækkuð hvað mest að þau eru lækkuð til að slá á kröfurnar í verkalýðshreyfingunni. Ég held að það eitt og sér mun ekki auðvelda láglaunafólkinu að ná endum saman. Það þarf þessa aðgerð í lægri endanum og það er hægt að gera hana með blöndu af launahækkunum, bótahækkunum og skattalækkunum, ýmsum útfærslum og menn þurfa bara að vera lausna miðaðir og þá mun þetta ganga vel. Takk fyrir.